Fyrirtæki 1939 Games var stofnað árið 2015 af bræðrunum Ívari og Guðmundi Kristjánssonum. 1939 Games hefur þróað og gefið út leikinn Cards fyrir PC-tölvur á leikjaveitunni Steam. Cards tilheyrir svokölluðum flokki Digital Collectible Card Game sem mætti þýða á íslensku sem rafrænn safnkortaleikur. Leikurinn fær yfir 25.000 heimsóknir á dag og milli 50 og 100.000 leikmenn spila leikinn í hverju mánuði frá 145 löndum. Það var áhugavert símtal sem ég fekk frá bróður mínum árið 2015. Það hringdi í mig og með stórt vandamál. Þá hafði hann fengið í rauninni frumherjastyrkinn frá Tækniþróunarsjóði. Mér leist strax mjög vel á konseptið og sagði að ég væri klár og hvatti hann til þess að taka skrefið. Og með svona grunnhugmynd. En síðan sá ég að það var hægt að sækja styrk hjá Tækniþróunarsjóði. Hann hét á þeim tíma frumkvöðlastyrkur og var upp á 7 milljónir. Og var svo heppinn að fá þann styrk. Og það má alveg leiða líkum að því að fyrirtæki, við værum ekki hérna í dag, fyrirtæki væri ekki til ef við hefðum ekki fengið þann styrk. Leikurinn kom út á síðasta ári og við erum komin með yfir 700.000 spilara í leikinn og þeir koma frá 149 löndum. Stærstu markaðirnir eru Kína, Bandaríkin og Evrópa. Við erum núna að vinna þetta mobile-útgáfu leiksins og það er líka stærstu tækifærin. Leikurinn er í rauninni eingöngu fáanlegur á leikjaveitunni Steam í dag fyrir PC. Við erum að bæta síðan við Mac-útgáfu og svo erum við að fara inn á aðra leikjaveitur sem er mjög stór, Epic. Þannig að það er mjög spennandi tímar fram undan. Það hefur verið mjög dýrmætt fyrir okkur að fengið stuðning frá Tækniþróunarsjóði. Við fengum árið 2018 50 milljón króna styrk til 2 ára og það er rauninni sett okkur í svona mjög sterka stöðu þegar við vorum akkúrat að semja við fjárfesta. Og svo fengum við markaðsstyrk 2020 til þess að fara inn á nýja markaði. Núna er leikurinn kominn á okkur 9 tungumál og það er heilmikið eftir sem við getum gert þar ennþá. Og þetta er náttúrulega eitt af því kannski sem maður hefur verið að benda erlendu fjárfestum á að starta fyrirtækjum er einfalt á Íslandi og þetta stuðningskerfi er ansi gott. Og núna náttúrulega með þessu endurgreiðsluhlutfalli 35%, það er bara setur fyrirtæki í allt aðra stöðu og eykur samkeppnishæfni náttúrulega landsins alveg gífurlega í þessum bransa. Tækniþróunarsjóður veitir frumkvöðlum stuðning til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Sjóðurinn býður upp á fjölmarga styrktarflokka og er með nokkra umsóknarfresti á ári hverju. Sproti og vöxtur eru 15. mars og 15. september ár hvert. Fræ- og einkaleyfisstyrkir eru alltaf opnir og styrkir til hagnýtra rannsóknarverkefna er 25. febrúar.